finnið ykkur heima hér í dag, hjartanlega. En við áðurinn að við byrjum saman, að þá skulum byrja því að signa okkur. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og við skulum byrja saman. Róðum Guð og Faðir allra huggunar, veitt okkur í orð þitt og heilagan anda stöðuga trú, sem við getum sigrað með raunin allar og spilið, að það satt sem þinn elskali sonur Jesús Kristus segir, verið hughrustir. Ég vil sigra heiminn, við biðjum í nafni hans. Amen. Og af því að aðstandendur fjölskyldan þarf að fara í Kópavogsgarðinn til þess að fylgja í garðinn þar, að þá komum við hér inn á þegar athöfnin er lokið og fáum við kaffisopa og hingri svo eftir að byrja á því að fá, eftir fjölskyldan kemur en byrja á að fá ykkur strax sjálf þegar komið inn. Þannig að það verið saman. Við ætlum að byrja á 10:02. Kaffitíma, strákandi, það er bara kaffitíminn er búinn, drekkutíminn er búinn. Við erum búin með bænina, þannig að þið takkið bara 2 lög í röð.
sem annar sunnudagur eftir þremenningarhátíð. Ég ætla að lesa guðspjall þess sunnudags, svo þeir þurfa ekki að mæta í messu sunnudaginn kemur. Það var 2 fyrir 1 þegar mæti hér í dag. En við skulum hlýða orðið og vísa á aftur lappirnar. Leitið þeim skýnda og frelsaða stendur hér. Já, vísa þetta ekki. Jesús kom til Jerikó, gekk gegnum borgina, en það var maður sem Sakkaus hét. Hann var yfirtorkenndur maður rauðugur, langaði að sjá hver Jesú væri, en tók það ekki fyrir mannfjöldanum því hann var sáralítill. Hann hljóp á undan og klifraði upp í mólberjatré til að sjá Jesú, en leið það slá þar hjá. Og þegar Jesú kom að, leit hann þar upp og sá hann: Sakkaus, lítil ofan, í dag ber þér að vera með mér í húsi drottins. Hann flýtti sér ofan og tók á móti honum glaður. Þeir sáu þetta og létu allir illa við og sögðu: hann þiggur boð hjá þversyndugum manni. En Sakkaus sneri sér til drottins og sagði við hann: Drottinn, helming eigna minna gef ég fátækum og hafi ég haft nokkuð af öðrum, gef ég honum ferfalt aftur. Jesús sagði þetta við hann: í dag hefur hjálparæði loknast þessu húsi, enda þú líka niðri Abrahams, því að mannssonurinn kominn til að leita hins týnda og frelsa það. Þannig hljóðar Guðspjallsins heilu orð, en sælur þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Amen. Þá heyrum við tónlist hér úr efri byggðum og hæðum.
fjallar það að maður sem hittir Jesú iðrast og tekur yfirbót og vill bæta fyrir brot sín, og það í okkar daglega lífi þegar við biðjum fyrirgefningu okkur til handa í okkar daglega lífi. Og nú fyrir að styttast því að páskarnir komið, 40 dögum fyrir páskan, þá öskudagurinn og þá langa fasta hefst þá. Og þá svona iðrun og yfirbót ígrundunar-ferli þeirra guðspjalla sem þá lesin fram á páskum, og svo sjáum við upplýsuna og þann dýrða fögnuð sem að Jesú sýnir okkur þegar hann sigraði dauðan og allt er illa í þessum heimi. En Sigríður Hjördís Árný Ágústsdóttir fæddist á Sæból í Aðalvík 19. janúar árið 1937. Foreldrar hennar voru þau Ágúst Ísleifsson og Halldóra Ingibjörg Hjálmarsdóttir. Börn Sigríðar eru Ingi Rapp, maki Kestarín Mata, Berglín, maki Óskar Axelsson, Jón Ágúst, maki Herdís Pála Pálsdóttir, Þórstína, Halldóra Björk og Hrönn. Barnabörn Sigríðar eru 16 og barnabörnin eru orðin 18 og einn bumbubúi er á leiðinni. Árið 1964 giftist hún Sigurði Jónssyni og þau skildu árið 1982. Hún ólst upp í Aðalvík á Hornströndum sem fór í eyði þegar hún var 12 ára aldurinn þar. Flutti hún þá til Reykjavíkur ásamt sínu fólki. Sigga er síðust af sínum systkinum til að falla frá. Var ekki alinn upp með silfurskinn í munnin en var alla tíð með munnin fyrir neðan nefið. Mikið af neystum tilsvörum og lét hún yfirleitt ekki vaða yfir sig, en hún þurfti líka berjast fyrir sínu alla ævi og sína tíð. Sína starfstíð vann hún í önnunastörfum og hér eru svo stuttar frásagnir af miklum tilsvörum hennar, dæmi sögur. Sófinn, hann var svo harður að hún fékk gyllinæð við að sitja í honum. Þrátt fyrir að vera með samfallsbrot á hrygg, sá hún yfir spauðilegu hliðurnar á tilverunni. Sem dæmi það, þá leist henni vel á einn lækni á bráðamóttökunni. Hann var enda svakalega lítill, en þar sem hann var með stórt nef, þá stoppaði það alveg og bætti upp. Hún efaðist aldrei annað en að hún yrði ofar í blómabrekkunni, en margir aðrir sem að tilheyrðu henni. Eftir hún fékk fyrir hjartað og sjúkraflutningakonurnar komu til, vildi hún frekar fara að fá sér kaffi og síkó heldur en að fara með þeim upp á bráðamóttökunum, þar sem ekkert væri að frétta þar. Eitt sinni var hún að kaupa sér kápu með dóttur sinni og tengdasyni. Fóru þau til ónefnds skinnskera eða feldskera hér í Reykjavík og tengdasonur segir henni að þessi tengdasonur segja henni að hann hafi verið mikill kvennabósi þessi skinnskeri. Og kall í henni, já, ég veit alltaf það, ég sé það á löngu færi. Þegar COVID gekk yfir og hún heyrði því að allir sem létust á þessum tíma væri brenndir, ég skal segja ykkur það, að ef ég verð brennd, þá geng ég aftur. Og hún verður ekki brennd hér í Kaffi í Garði. Og það hann sér í lokin, hún var einstaklega ánægð með vaxtarlega dætra sinna. Sagði að þær verður raskóðar, það að þær væri með hússtýribokk, ráðskonumvass eða svampbokk. Bara einn sérstaklega þeirri í sín og ég nýja það sem ég prestur og ég bundið trúnaði má ekki segja smá frá hver það er. En minningar okkar sem eru margvíslegar og hér koma kveðjur, Ágúst Haraldsson og Þórunn Elíasdóttir, Þór, Mæja og fjölskylda, Denna, Stebba og Ólína. Þau senda kveðjur til okkar allar hér í dag og þakka fyrir alla gæskuna sem hún sýndi þeim. Minningar okkar Sigríði Hjördísi Árný Ágústsdóttur eru margvíslegar, hver og ein minning gefur okkur í huga. Þakklæti til uppkallaða systur okkar sem horfin heim til Drottins, megi frelsaður og endurlausnari Jesús Kristur veit okkar á trúar fullvissu að við munum hitta alla þá sem á undan eru og gengnir við endurkomu Krists og dómstegi. Megi svo verða í Jesú nafni. Amen. Er einhvern tími búinn aftur? Vil ég syngja næsta barna þá eða?
Við skulum biðja saman, við drökkum þér heimildi Drottin að við megum koma fram fyrir þig og stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjagar. Heilu bænin okkar þegar við biðjum blessundi handa Sigríði Ágústsdóttur, systur okkar sem við kveðjum þér hér í dag. Í trú á þig þó stíð yfir frá dauðan til lífsins, styrktu þá sem hér kveðja og veitir þeim leiðsögn að koma til tíma, eins og sjálfsagt frammi fyrir þér. Og allar þær bænir sem að Drottin hefur kennt okkur innifölum síðan í faðirvornu, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglega brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og yfirlið að eilífu. Amen. Og þá skulum við rísa á fætur og syngja upp saman nafnið svo góð til eina. En lofa sér Guð og Faðir Drottins okkar Jesú Krist sem eftir mikilli miskunnsemi vill endurfæða okkur fyrir vonina himnesku upplýsum. Jesús sagði, ég upplýsan á lífið, sá sem trúir á mig, hann mun lifa þótt hann deyi.
Af jörðu ertu komin, af jörðu skaltu aftur verða og það sem best af þessu öllu saman, af jörðu myndu aftur upprísa. Drottinn gefur dauðum ró en hinn rík sem lifir. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sín ásjón og lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sín auðvit yfir þig og gefi þér sinn frið í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og þá syngjum við seinna versið. Takk vel undir. Þá komið þið aðri gestir hér inn í stafnarheimili og fáið ykkur viðurgerning og hittið svo fjölskyldan þú gefur eftir. En Drottinn gefur þú góða stundir í Jesú nafni. Amen.